Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komiði sæl. Næsta undirfyrirsögn heitir Án galla og líta. Við skulum nú flytja okkur fram að dögunum fyrir páska sem sagt frá í Guðspjöllunum 4. 10. dag mánaðarins Nísan kemur maður ríðandi inn í Jerúsalem, hann ríður á asna. Konungur sem kom með friði kom alltaf ríðandi á asna. En hver það sem kemur? Það sá sem ritningarnir höfðu sagt fyrir Þær tala hann sem Immanuel, Guð með oss. Hann Jesús bjargvætturinn. Hann sá sem Jóhannes skýrari talaði Hann sagði að menn ætti að greiða götu hans, sjá Guðs lamb, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú ríður hann inn í Jerúsalem á 10. degi páskamánaðarins, deginum sem fórnarlambið tekið frá til skoðunar og viðurkenningar að það sé gallalaust lamb og þess verðugt að vera fórnað til drottins. Þvílík fagnaðarlæti þegar hann kemur. Fólkið veifar pálmagreinum og syngur hátt, Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. En þetta einmitt það sem spámaðurinn Sakaría sagði hann sem átti að koma. Fagna þú mjög dóttir Síon, lát gleði látum dóttirinn Jerúsalem. Sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigursæll, lítilátur og ríður asna, ungum östnu fóla. En söngurinn dofnaði inn í borginni, sá orðrómur gekk að nærvera hans kæmi óþægilega við prestastéttina. Prestarnir njósnuðu hann í þeim tilgangi að finna ástæðu til að ryðja honum úr vegi. Í 5 daga var Jesús undir eftirliti, en þeir gátu ekki fundið neitt til að ásaka hann fyrir. Hann var án galla og líta. Hann fæddist til að deyja sem hið gallalausa páskalamb. Daginn fyrir hátíðana miklu, 13. dag Nísan, hélt Jesús sig frá musturinu, því tími hans var enn ekki kominn. Nokkrir lærisveina hans urðu því að undirbúa páskamáltíðina sem hann varð að borða með þeim. Klukkan 6 þegar 14. dagurinn gekk í garð og páskamáltíð gyðinganna hófst, settist Jesús til borðs með lærisveinum sínum til að eta páskalambið. Jafn orðlaus og lærisveinarnir. Þeir söfnuðust eins og allir aðrir til að minnast fyrstu páskamáltíðarinnar þegar Guð endurnýjaði sáttmálan við börn Abrahams og styrkti þau fyrir brottförina úr þrældómslandinu. Það var lagt á borð eftir ævagamalli hefð, þar lá brótiraði pókin með hólfunum 3 þar sem ósýrðu brauðin voru geymd. Jesús tók brauðið úr miðhólfinu og braut það með orðunum: Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Hann rétti lærisveinunum það og þeir brutu hver sinn bita af því. Þetta kom á óvart. Táknaði þá brauðið í miðhólfinu ekki Ísak og hinn brauðin Abraham og Jakob. Brauðin 3 táknuðu föðurinn, soninn og hinn heilaga anda. Jesús hið sanna mattsa. Sten Nilsson segir frá því að Kenneth Copeland hefur sagt þessa frásögn af kvöldmáltíðinni eftir kristnum gyðingapresti og hún í samræmi við aðrar heimildir sem Sten hefur notað. Á borðinu voru einnig 3 bikarar fullir af víni, en 4. bikarinn var þarna einnig eins og venjulega. Bikar blessunarinnar var ætlaður Messiasi sem beðið var eftir og hann einn mátti nota hann. Jesús tók bikar blessunarinnar, Messiasar kaleikinn, fyllti hann af víni og sagði: Þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður úthelt. Nú þegar við vitum hvað blóðsáttmáli verðum við jafn orðlaus og lærisveinarnir yfir þessu. Jesús sagði sem sé að hann ætlaði að gera nýjan sáttmála við Guð fyrir hönd mannkynsins og að þennan sáttmála ætti að innsigla í hans eigin blóði. Lærisveinarnir tóku varla eftir því að Jesús settist í sæti Messiasar, þar sem bikar blessunarinnar stóð á hvolfi. Það var þessi bikar sem hann fyllti af víni við lok kvöldmáltíðarinnar og bauð að drekka. Hann var eins og Jóhannes skýrari hafði sagt, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Það var svo mikil spenna í loftinu að þeir tóku ekki eftir því
Að þeim yngsta í hópnum, Jóhannesi, hafði ekki verið sagt að opna dyrnar og bjóða Elía velkomin. Elía var komin. Það var hann sem benti á Jesús og sagði: sjá Guðs lamb. En einn af þeim hafði læðst út, Júdas. Hann fór í allt öðrum erindagjörðum. Strax eftir máltíðina og lofsöngin fór Jesús ásamt lærisveinunum til bænastaðar í trjágarði Getsemani, þar sem þeir höfðu komið saman oft áður. Jesús vissi hvað var í húfi. Jesús hafði þörf fyrir að biðja og bað þá að vaka með sér. En hann hafði einnig þörf fyrir að vera einn með Guði og gekk því svolítið lengra inn í trjágarðin. Hann bað ekki af sama öryggi og hann var vanur. Þeir tók eftir því að hann kvaldist mjög í bæninni og heyrðu hvernig hann kveinaði frammi fyrir Guði. Þegar Jesús kom stundu síðar til að minna 3 nánustu lærisveinana á mikilvægi þess að vaka og biðja, sáu þeir að blóð hafði sprottið út úr svitahólunum. Þegar hann hafði snúið aftur til bænastaðar síns, gátu lærisveinarnir greint hinn angistafullu bæna orð: Faðir, takk þennan kaleik frá mér. En lærisveinarnir voru svo þreyttir eftir þennan langa dag og svo áhyggjufullir yfir því sem þeir höfðu heyrt undir máltíðinni að þeir sofnuðu frá öllu saman. En þeir vöknuðu aftur og sáu og heyrðu að Jesús var enn að biðja. Þá náðu þeir orðunum: þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Já, Jesús vissi að sjálfsögðu hvað var í húfi. Hann var mannssonur, hann hafði á allan hátt samsamað sig mönnunum. Hann vissi hina stóru skuld mannkynsins. Aðeins hann gat greitt þessa skuld því hann var syndlaus og heilagur. Hann varð að leysa mennina með því að gefa líf sitt fyrir þá. Hann varð að líða hræðilegar þjáningar krossins og nauður dauðans og upplifa í öllu þessu hyldýpið sem útilokar anda mannsins frá samfélagi við föðurinn. En engill styrtan og hann gat ótrauður risið á fætur og gengið til móts við og þolað þetta hræðilega, en einn af þeim sem hafði neytt máltíðarinnar og þannig gerst vinur, hafði þegar svikið fóstbróður sinn með fölskum kærleika. Sjá Sálm 41:10. Vissi Júdas ekki að sá sem svíkur fóstbróður sinn verður að deyja dauða svikarans. Hermennirnir sem voru sendir bundu Jesú og fóru með hann til æðstapressin sem kallað hafði saman ólöglegan dómstól miðjanótt og Jesús var dæmdur til dauða. Þeir ætluðu að krossfesta hann vegna þess að hann hafði spottað, hann hafði sagt að hann væri sonur Guðs Messías. En það sem gyðingarnir höfðu ekki rétt til að krossfesta fólk, fóru þeir morgunin eftir með Jesú til rómverska landshöfðingjans Pontiusar Pílatusar. Við vitum hvernig þeim tókst að fá hann til að dæma Jesú til krossfestingar, þó svo að Pílatus gæti ekki séð að Jesús hefði unnið til slíkrar refsingar og hefði helst viljað sleppa honum. Prestunum hafði tekist að safna saman hópi fólks og það hrópaði í sameiningu: krossfestu hann, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Fólkið bað að sáttmála blóð Guðs yrði bölvun yfir þeim og börnum þeirra. Það því ekki skrítið að þetta fólk hafi átt og eigi í miklum erfileikum. En Guð hefur ekki snúið baki við þeim. Hann minnist sáttmála síns við Abraham. Hann stendur ákveðið við orð sitt. Þegar heiðingjarnir allir komnir inn, mun hann aftur snúa sér að börnum Abrahams og færa þau tilbaka inn í landið sem hann gaf þeim, svo að þau geti mætt honum þar sem frelsara og drottni. Í smáatriðum, klukkan 9 að morgni 14. apríl var Jesús leiddur til Golgata hæðar til krossfestingar. Tré krossins var lagt á herðarúnum eins og fórnarviðurinn var einu sinni lagður á herðar Ísaks. Þetta var á þeim tíma dags þegar levítarnir brýndu hnífa sína eftir að hafa valið fórnarlambið, þá var Jesús festur við krossin. En klukkan 12 gerðist eitthvað hræðilegt, jörðin myrkvaðist. Það var þá sem drottin lét misgjörð voru allra að koma niður á honum fyrir sakir syndar míns líðs, var hann lostinn til dauða. En drottni þóknaðist að kremja hann með handkvælum, þar sem hann fórnaði sjálfum sér í sektafórn. Mun hann, hinn réttláti þjónn minn, gjöra marga réttláta og hann mun bera misgjörðir þeirra. Hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismönnum talinn. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnum. Þetta eru valdir kaplar úr Jesaja 53. kapla.
Refsingin var lögð á hann til að við skildum öðlast frið og fyrir hans benjar erum við heil. Það var eins og sköpunin þyldi ekki að sjá það sem kom fyrir skapara hennar. Nú gerðist það sem Guð hafði sagt við orminn á degi syndafallsins: sæði konunnar skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Hér átti Guð við dauðan á krossinum þegar hann hvað sársauka fyllstur, þegar hinn krossfesti reynir að lyfta sjálfum sér upp á gegnum stungnum fótum sínum til að fá meira loft í lungun, þetta ángistar stríð við köfnunardauðan mer hæl hans. Klukkan 3 þegar lofsöngurinn við musterið barst yfir borgina var fórnarlambinu slátrað vegna synda fólksins og blóði þess var stökkt á horn brennifórnaraltarisins. Á þeirri stundu hrópaði Jesús hárri röddu: það fullkomnað, og hann gaf upp andan. Þá rifnaði fortjaldið í musterinu, lög gamla sáttmálans og fórnirnar fullkomnuðust þegar lambi Guðs var fórnað. Á sama hátt og blóði ásamt vatni ísópsvandarins var riðið á dyrustafina í Egyptalandi, var krossin þakinn blóði og vatni frá brostnu hjarta Jesú, því einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans. Til þess að spádómurinn skyldi rætast í smáatriðum gerðist það sem Drottinn hafði sagt í orði sínu: ekkert bein hans skal brotið. Þetta 2. Mósebók 12:46, Sálmur 34:20 og Jóhannes 19:36. En gyðingarnir vissu ekki að þeir uppfylltu orð spádómsins þegar þeir flýttu sér að taka niður líkamann fyrir klukkan 6, svo engu yrði leyft til morguns, samanber 2. Mósebók 12:10 og Jóhannes 19:31. Merja höfuð ormsins. Við eigum ekki orð yfir það sem öllum orðum æðra. Þess vegna ættum við ekki með mannlegum skilningi að reyna að komast að hinu sanna í því sem leyndardómur Guðs, þetta að hann bæði sannur Guð og sannur maður og varð að deyja sem illræðismaður, sem í þessu tilviki þýðir að hann hafði rofið sáttmála. Hann braut ekki sáttmálan á nokkurn hátt, hvorki hugsunum, orðum eða verkum. Nei, það var ekki brot hans gegn sáttmálanum sem leiddi hann til þjáninga dauðans í helju. Það voru brot Adams, Abrahams og þitt og mitt brot gegn Guði. En Guð sætti heiminn við sig þegar hann gerði blóðsáttmála við okkur í Kristi og sem sannur maður í Jesú greiddi hann það sem frelsun okkar kostaði. Sannleikurinn sá að hefði hann sem mannssonur ekki gefið líf sitt fyrir okkur, þá hefðum við orðið að taka skelfilegum afleiðingum synda okkar í þeim hluta heljar, þar sem við værum fyrir utan sáttmálan á fyrirheit Guðs, vonlausir og Guðvana í heiminum. Við myndum upplifa hið hræðilega djúp milli eilífrar blessunar og eilífrar bölvunar sem Jesús kendi í frásögun af ríkamanninum og hinum fátæka Lasarusi. En þann sem gaf líf sitt til lausnar fyrir okkur vakti Guð frá þjáningum dauðans með orðunum: þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Og Jesús Kristur var lifandi gjörður í anda. Þá vissi hann að stundin væri komin, stundin þegar hann skildi taka sjálfa prísundina til fanga og merja höfuð ormsins, og hann fletti vopnum tignirnar og völdin og leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim. Það Kólossabréf 2:15. Syndin skildi ekki framar geta ráðið yfir þeim sem játa Jesú sem endurlausnara sinn og Drottinn, því í nafni hans felst valdið ekki bara á himnum og jörðinni, heldur einnig undir jörðinni. Satan á engar eignir í lífi trúaðs manns, hann hefur verið endurleystur. Halleluja. Ég þakka ykkur fyrir í dag. Guð bless ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.